Móðir drengs sem fór úr því að vera afreksbarn í íþróttum yfir í neyslu fíkniefna á rétt rúmu ári segist brugðið eftir samskipti við barnaverndaryfirvöld. Hún sakar þau svik og ósannindi og segir úrræðaleysið algjört. Ísraelsstjórn heftir aðgengi nauðsynja til Gaza. Fjármálaráðherra Ísraels segir leið Bandaríkjaforseta þá einu sem stuðli að friði. Ísland nær ekki að minnka matarsóun á næstu árum í samræmi við alþjóðleg markmið verði ekkert að gert. Sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun segir fyrirtæki hér á landi þurfa að gera betur. Fyrrverandi forsætisráðherra segir íslenska stjórnsýslu vera gott sögusvið fyrir krassandi krimma. Hún hefur vent kvæði sínu í kross og kennir á glæpasagnanámskeiði. Rúningsklippurnar voru mundaðar í Húsdýragarðinum í dag og kynjakettir áttu sviðið á krúttlegustu ráðstefnu helgarinnar í reiðhöllinni í Víðidal. Gott kvöld. 3 hafa látist í umferðinni á síðustu 4 dögum. 4 það sem af ári. Barn á öðru ári lést þegar fólksbíll og rúta rákust saman á gatnamótum Vesturlandsvegar og Vestfjarðavegar í Borgarfirði á fimmtudag. 20 voru í rútunni og 3 í bílnum. Aðrir eru ekki alvarlega slasaðir. Annað slys varð á Hrunavegi skammt frá Flúðum í gær þegar 2 bílar skullu saman. Ökumaður annars bílsins lést. Og þá var slys á hringveginum á milli Djúpavogs og Breiðdalsvíkur í dag þegar 2 ökutæki skullu saman. 1 var úrskurðaður látinn á vettvangi og aðrir fluttir með þyrlum á Landspítalann í Fossvogi. Tildrög slysanna 3 eru til rannsóknar hjá lögreglu og rannsóknarnefnd samgönguslysa. Kona sem fylgst hefur með 15 ára syni sínum sökkva djúpt í neyslu á aðeins 1 ári segist hafa mætt ósannindum og óheiðarleika innan barnaverndarkerfisins. Litla sem enga aðstoð sé að fá. Drengurinn var afreksbarn í íþróttum fyrir ári síðan. Drengurinn var á 14. aldursári þegar hann flosnaði upp úr íþróttinni eftir ofþjálfun. Móðir hans kemur ekki fram undir nafni til að vernda son sinn. Ég var með barni bara fyrir ári síðan á bara landsliðsæfingum. Hann hætti bara að vilja mæta á æfingar með félagsliðinu sínu. Svo bara byrjar þetta með drykki og hérna í raun og kemur hann með 2000 svona meðandilega sem þetta áfengi og annars skiptið var hann komin með hættulega lágan líkamshita. Hann var bara við það, að leiði hann lengur þá hefði hann bara líklega dáið Það gerist ekkert og svo bara versnar ástandið og það verður bara verra og verra. Það fer út í það að ég þarf að fara að láta lýsa eftir barninu. Barnið hafi meðal annars innbyrt hættuleg fölsuð kvíðalyf sem komið í slíka dreifingu að lögregla hefur séð ástæðum til þess að vara sérstaklega við þeim. Og svo passar hann hvergi inn, passar ekki á stuðla, passar ekki þarna, passar ekki hér, passar ekki á bull, passar ekki þarna. Hún segist sjálf vera að bugast á líkama og sál, ekki síst eftir samskipti við barna- og fjölskyldustofu. Bara endalaust svik og stemmist ekkert sem barna- og fjölskyldustofa segir. En svo fellur þetta bara milli kerfa því að þetta fellur ekki undir heilbrigðisráðuneyti lengur og þetta allt undir barna- og menntamálaráðuneyti og fólk bendir á hvort annað og það ber engin ábyrgð. Þá hafi drengurinn verið neyðarvistaður í fangaklefanum í Hafnarfirði, úrræði sem hún segir að sé börnum ekki bjóðandi. Myndum við sætt okkur við það ef að barn sem væri bara í lífshættu út af þyrfti kosti hjartaaðgerð eða einhver aðra heilbrigðisþjónustu, myndum við sætt okkur við það að það bara fengi ekki þjónustu. Viltu bara hafa heima eða í fangaklefa. Það núna nokkuð börn búin að deyja á Íslandi Og ætlum að bíða eftir að það deyi annað barn. Ísraelsstjórn þjarmar að íbúum Gaza með því að hefta aðgang að matvælum og rafmagni. Bandarískur erindreki segist bjartsýnn á að búið verði að semja lausn allra kýsla á næstu vikum. Íbúar Gaza reyna að nýta það litla sem þeim berst af hjálpargögnum eftir að fyrsta fasa vopnahlés Hamas og Ísraels lauk síðustu helgi. Ísraelsstjórn hefur komið í veg fyrir að öll gögn berist yfir landamærin, þar á meðal matvæli og lyf. ما بكفيش هذا الكيس يعني ما اللي عنده اولاد وعنده عيال ما بكفيش يبقى من اللي ياكلوا بدنا مساعدات بدنا اكثر من هيك يعني انت عارف الظروف صعبه كثير ما حدش بيشتغل فيش مصاري فيش Og enn bætir Ísraels stjórn í aðgerðir.
חתמתי כעת על הצו להפסקת החשמל לרצועת עזה באופן מיידי. אנחנו נפעיל את כל הכלים שעומדים לרשותנו על מנת שכל החטופים יחזרו ונבטיח שהחמאס לא יהיה בעזה ביום שאחרי. Fjármálaráðherra Ísraels nýkominn frá Bandaríkjunum. Hann segist hafa verið margspurður út í hugmynd Bandaríkjaforseta að flytja íbúa Gaza á brott áður en uppbygging á svæðinu hefst í umsjón Bandaríkjana. אמרתי להם, תראו, זה לא רק שזה ריאלי, זו התוכנית היחידה שהיא ריאלית לשלום, לביטחון, היחידה, אין דרך אחרת. Tillaga Egypta uppbyggingu á Gaza heimamönnum meira að skapi. Egyptar segja enga þörf á að flytja fólk á brott frá Gaza á meðan svæðið byggt upp eftir stanslausar árásir Ísraelshers. Tillagan var samþykkt af hálfu Arababandalagsins og samtaka múslimaríkja, auk þess sem utanríkisráðherrar Bretlands, Þýskalands, Frakklands og Ítalíu lýstu stuðningi sínum við þær. Ísrael og Hamas ræða framhald vopnahlésins við sendinefndir Egypta og Katars, auk þess sem Bandaríkin sendu erindreka til beinna viðræðna við Hamas. Járngerður, nýstofnuð hagsmunasamtök Grindvíkinga, vill að fólk fá að flytja aftur heim til sín. Jarðeðlisfræðingur segir enn óvissu framhald eldsumbrota á Reykjanesskaga. Mannlífi í Grindavík að taka við sér og á morgun verða bæjarskrifstofurnar opnaðar þar á ný. Samtökin Járngerður vilja að fasteignafélagið Þórkatla geri leigusamninga við eigendur húsnæðis í bænum sem hafa áhuga á að prófa tímabundna búsetu. Það kom svo hugmynd fram að gera samning við Þórkötlu að fólk geti komið núna á vordögum, fengið að vera með húsin sín fram til hausts, borga þá bara rafmagn og hita og einhver umsýslugjald og kostnað við það, en tekið síðan ákvörðun með haustdögum hvað það vildi síðan gera í framhaldinu. Miklar breytingar hafa orðið á landinu í Grindavík í eldsumbrotum á Sundhnúksgígaröðinni og víða eru sprungur. Guðbjörg hefur þó ekki áhyggjur af þeim. Það búið að fara í gríðarlega viðamikið verkefni til þess að raunverulega skanna með jarðskönnun og raunverulega girða af það hættumestu svæðin. Þannig að við treystum þessu verkefni mjög vel. Bærinn sem áður iðaði af lífi nú umlukinn varnargörðum og 3 mánuðir eru frá því síðast var lýst yfir goslokum þann 10. desember. Það lengsti tími sem liðið hefur milli gosa. Það að hægja á þessu. Það eru vísbendingar að þetta kannski lokakaflinn í þessari atburðarás, en það gerast óvæntir hlutir sem við sjáum ekki fyrir, eins og bara dæmi sína. Benedikt segir bjartsýni Grindvíkinga skiljanlega. Hann telur sjálfur líklegt að eldsumbrotunum sé að ljúka, en aðstæður geti breyst hratt. Meðan atburðarásin í gangi þá náttúrulega mikil óvissa framhaldið, þó að það sé einhver þróun sem að bendi á ákveðna átt. Þá getur það breyst á einni nóttu. Tævanska sjálfstjórnin hefur ýtt þjóð sinni út á ystu nöf með því að beina henni í átt að sjálfstæði. Þetta segir talsmaður kínverska hersins. Kínverjar hafa lengi seilst eftir auknum völdum á Tævan og Wang Yi, utanríkisráðherra, sagði á föstudag að það væri von allrar kínversku þjóðarinnar að Kína tæki við stjórninni. Kínverjar halda reglulega heræfingar nærri Tævan og tævanska heimastjórnin fordæmdi æfingar nærri eyjunni í síðasta mánuði þar sem Kínverjar beittu skotflaugum. Kínverjar sögðu æfingarnar hefðbundnar. 解放军一向是大都促统的行动派，近年来绕岛巡航、军事设压已成常态。台独分子闹得越欢，脖子上的绳索就会勒得越紧，头顶上的利剑就会愈加锋利。我们正告民进党当局，悬崖勒马，回头是岸，执迷不悟，死路一条。 40% barna sem kom á Landspítalann eftir slys á rafhlaupahjóli eru beinbrotin. Verulega hefur dregið úr notkun hjálma.
Það að koma annað hvern dag á Landspítalann barn með áverka sem að tengist slysi á rafhlaupahjóli yfir sumartíman. Nokkuð hefur dregið úr slysum barna á rafhlaupahjólum frá árinu 2020 samkvæmt tölum sem læknar á bráðamóttökunni tóku saman og kynntu á bráðadegi Landspítalans. Þá voru börn 18 ára og yngri 45% þeirra sem slösuðust en voru í fyrra 25%. Síðustu 2 ár slösuðust tæplega 400 manns á rafhlaupahjóli, þar af 95 börn. Langalgengustu áverkarnir voru brot eða liðhlaup í yfir 40% tilvika. Við erum að sjá börn sem að fá mildisáverka, einsett skaða á innri líffæri. Við erum að sjá brotnar tennur sem þarf að draga út í aðgerðum. Við erum að sjá aflögun og liðhlaup sem eru allt áverkar sem að geta dregið dilku eftir sér. Höfuðáverkar hafa einnig verið algengir og notkun hjálma var því skoðuð sérstaklega. Og sáum okkur til eiginlega skelfingar að hjálmanotkunum virðist að minnka gríðarlega frá árinu 2020 þegar 80% allra barna voru með hjálm en einungis 35% núna. Og það eru lög í landinu sem að segja að börn undir 13 ára þau eiga ekki að nota rafskútu og ég því bara hjartanlega sammála af því að það getur orðið mjög alvarlegir og hafa orðið mjög alvarlegir áverkar á þessum hjólum. Og þar að auki það bundið lög að börn 13 til 16 ára eiga að vera með hjálm og það eru við foreldrarnir sem eigum að sjá til þess að börnin okkar fara eftir lögum. Að óbreyttu nær Ísland ekki markmiðum sínum að minnka matarsóun helming árið 2030. Evrópusambandið hefur uppfært markmið sín þar sem fyrirtæki þurfa að styðja neytendur í að draga úr matarsóun. Á heimsvísu er talið að þriðjungur af framleiddum mat eyðileggist eða sé sóað. Það er 1,3 milljarðar tonna. Norðurlandabúar sóa 3,5 milljónum tonna af mat á ári. Það þarf ekki að fara mörgum orðum alvarleika málsins. Það segir sig sjálft. Nú hefur ESB uppfært markmið sín í matarsóun og hert þau. Já, uppfærðu markmiðin snúa í rauninni að hverjum hlekk virðiskeðjunnar. Það er að við getum ekki dregið saman í matarsóun á einum stað og látið aðra staði í virðiskeðjunni einhvern veginn fljóta, sko. Við þurfum að draga saman allstaðar í virðiskeðjunni og áherslan er sem næst neytandanum þannig að fyrirtæki þurfa að styðja neytendur í því að draga úr matarsóun. Áfram gildir markmiðum að minnka matarsóun helming árið 2030 en með því að uppfæra markmiðin er Evrópusambandið að setja lágmarkskvaðir á framleiðendur, veitingastaði, smásala, dreifingaraðila og neytendur. Þannig er verið að auka ábyrgð fyrirtækja sem framleiða mat og hvernig neytendur geti nýtt afganga. Matarsóun á Íslandi jafngildir 160 kílóum á hvern íbúa á ári en þetta er samkvæmt mælingum Umhverfisstofnunar. Nú tæpur helmingur allrar matarsóunar á sér stað í frumframleiðslu matvæla en 40% á heimilum. Þetta er algjörlega ekki einkamál heimila. Þetta er algjörlega ábyrgð allra virðiskeðjunnar og það er alveg skýrt frá A til Ö. Ísland setur sér sömu markmið og er undir Evrópumeðaltalinu samkvæmt síðustu mælingum. Við erum að gera vel en við þurfum að gera betur. Við erum ekki að ná markmiðunum okkar að öllu óbreyttu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra, þetta er stórt loftslagsvandamál og það virðist eins og við séum ekki að ná þessum settu markmiðum. Hvað er til ráða? Þetta kallar auðvitað á að stjórnvöld stígi fastar til jarðar. Við höfum verið að vinna eftir stefnu frá 2021 gegn matarsóun og það hefur gengið þokkalega og svona ýmsar aðgerðir komið til framkvæmda. En nú erum við að vinna að heildarstefnu úrgangsforvarnir og þar verður tekið sérstaklega á matarsóun. En eins og kom hérna fram þá er það auðvitað þannig að tæplega helmingur fellur til á þessu frumframleiðslu þrepi virðiskeðjunnar og þar eru held ég heilmikil sóknarfæri og hérna þá hlýtur til dæmis nýsköpun að geta leikið lykilhlutverk. Þar hefur við séð mjög spennandi þróun til dæmis í sjávarútvegi. Við erum að sjá að þúsundir tonna af fiskiroði eru nýtt í gosdrykki og snyrtivörur. Þannig það er ýmislegt spennandi í gangi þar. Hvað áttu við með úrgangsforvörnum? Þá erum við að tala einmitt að taka á þessu, á úrgangsmálunum, á öllum stigum virðiskeðjunnar og ég nefni þetta sérstaklega í samhengi við matarsóun. Því þarna þurfum við að huga því hvernig regluverkið er að þróast í Evrópusambandinu. Þar er sérstaklega verið að huga að ábyrgð fyrirtækja þegar kemur að kynningu gagnvart neytendum. Að matvæli séu þannig úr garði gerð að það sé hvati til að endurvinna. Það er risa loftslagsmál. Við sjáum nú bara skylduna til að endurvinna frekar en að urða
matvæli sem var sett fyrir örfáum árum. Það hefur gefist vel. En á þetta að vera á höndum stjórnvalda eða einhver Þetta er svolítið ábyrgð okkar allra og ég held að stjórnvöld kannski ábyrgð stjórnvalda er einna ríkust þegar kemur að svona fræðsluskyldu og þegar kemur að vitundarvakningu því það er eitt að átta sig á því að matarsóun sé alvarleg en það er erfiðara og meira en að segja það kannski að breyta svona frá venjum breyta venjum og bara kúltúrnum og það þarf hugarfarsbreytingu. Þar þarf ákveðna hugarfarsbreytingu og nú er vonandi að vaxa úr grasi kynslóð sem er ennþá meðvitaðri þessi mál heldur en við og en það er alveg ljóst að með þessum fréttaflutningi og þessum gögnum sem við höfum undir höndum að það þarf að stíga fasta til jarðar í þessum málum. Takk fyrir þetta, Jóhann Páll. Takk. Víða land hefur grisjun skóga setið á hakanum og skógar eru orðnir of þéttir. Þetta dregur úr bindingu kolefnis, trén vaxa hægar og verra timbur fæst. Eigandi timburvinnslu á Eskifirði segir að betur ætti að huga að grisjun þegar íslenskur grisjunaveður geti sparað innflutning á iðnaðartimbri. Það er ekki nóg að planta bara trjám, það þarf að hirða skóginn og víða land hafa skógar ekki verið grisjaðir. Sums staðar má sjá svokallaða tannstöngla, tré sem standa allt of þétt, gildna hægt og verða seint tæki í smíða við. En við Einarstaði á Héraði er fyrirtækið Tandrabretti að setja timbur á bíl. Skógurinn í nágrenninu hefur verið grisjaður og nú er komið að því að fara með bólina í vinnslu á Eskifirði. Þar væri hægt að taka á móti enn meiru og framkvæmdastjórinn bendir á að draga mætti úr innflutningi á iðnaðartimbri með betri nýtingu á skógum landsins. Það er flutt 1000 tonn af þessu. Það væri hægt að nota allan grisjuna við til þess. Það er eitthvað það fluttur inn timbur í stóriðina sem brett í stóriðinni sem maður mætti nota meira af íslensku timbri í. Sala á íslenskum grisjunarvið til PCC á Bakka stöðvaðist vegna vottunarmála en hófst aftur í fyrra sem býr til tækifæri. Of víða hefur grisjun og nýting grisjunarviðar verið vanrækt. Skógarbændur sem Fréttastofa ræddi við segja ástæðuna margþætta. Grisjun og uppkvistun kostar mikla vinnu og langt í ávinningin. Styrkir eru takmarkaðir og ekki greitt fyrir að draga timbrið saman. En svo vantar einfaldlega áhugann og jafnvel dæmi að grisjunarfé frá ríkinu hafi ekki allt gengið út. Þá er atvinnugreinin enn í mótun. Einar telur að bæta mætti fyrirkomulag grisjunar og nýta betur verðmætin í skógunum. Óhirt myrkviði bindur minna kolefni heldur en rétt grisjaðir skógar. Ef skógar er ekki grisjaðir þá hætta að vaxa eðlilega og trén verða bara mjó og það myndast bara myrkur inn í skógunum og verður svo sem eins og kallað er græn eyðimörk. Og horfir á skóginn í fjarska, hann er grænn og fallegur, en þegar þú kemur inn í hann þá er hann bara svartur. Þannig að það er mjög mikilvægt að grisja skóga til þess að þeir vaxi eðlilega, bindi kolefni eðlilega og ná hámarksnýtingu út úr skógunum. Saga íslenskra glæpasagna er lengri en flestir telja. Þetta segir fyrrverandi forsætisráðherra sem leiðir áhugasama í allan sannleik íslenskar glæpasögur. Ég heiti Katrín Jakobsdóttir. Ég er að hefja nýjan feril sem kennari, þannig að þið verðið að sýna mér ákveðna þolinmæði. Ég er að fara að kenna námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands íslenskar glæpasögur og sögu þeirra. Fáir eru fróðar glæpasögur en forsætisráðherrann fyrrverandi, en auk þess að hafa gert þar rannsóknarefni í háskólanámi sínu hefur hún skrifað eina slíka. Hún segir sögu íslenskra glæpasagna lengri en margir haldi. Í fyrsta lagi byrjuðum við snemma að þýða erlendar glæpasögur, þannig að Íslendingar höfðu áhuga á að lesa glæpasögur alveg frá byrjun. En fyrsta glæpasagan í fullri lengd heitir Húsið við Norðurá. Hún kom út 1926 og segir frá erlendum ferðamönnum sem koma hingað og eru í veiðihúsi og það er framið óhugnalegt morð. En þú ert fyrrverandi forsætisráðherra og fáir þekkja íslenska stjórnsýslu og svona efstu lög hennar betur heldur en þú. Væri það ekki tilvalinn vettvangur fyrir krassandi glæpasögu? Jú, það hafa nú ýmsir spreytt sig á því að myrða ráðherra og þingmenn í íslenskum glæpasögum. Það hefur nú verið aðeins unnið með það, en það er aldrei að vita nema að maður skrifi einhvern tímann eitthvað sem gæti, svona fólk gæti skemmt sér við að þekkja ýmsar karaktera í slíkur í bók, gæti ég ímynda mér. Gæti gervigreind skrifa góða glæpasögu?
Vafalaust ef ég bið gervigreindin að skrifa glæpasögu þá fæ ég einhvers konar sögu en auðvitað er þetta að mínu viti og það nú meðal annars ástæðan fyrir því að ég tek að mér að kenna þetta námskeið. Ég held að þróun gervigreindarinnar sýna okkur og það hefur aldrei verið mikilvægara en að hugsa skapandi greinar og hugvísindi og hvað það sem gerir okkur mennsk. Því það skiptir ofboðslega miklu máli til að við getum tekist á við þessa öru tækniþróun að við þekkjum okkur sjálf. Og bókmenntirnar eru frábær leið til þess. En nú ætla ég að henda þér út. Kindurnar í Húsdýragarðinum fengu vorklippinguna í dag og stutt hártíska allsráðandi. Það held ég. Rúningsklippurnar voru teknar upp í fjölskyldu og Húsdýragarðinum í dag. Jón bóndi á Mófellsstaðakoti hélt klippurnar og sá rúninginn. Jæja. Nú byrjum við á því að láta hana setjast hérna á rassinn og svo ætlum við að klippa hana og snirta hana rosalega vel. Börnin fylgdust áhugasöm með en ekki víst hvort sauðkindin hafði gaman af. Ungir sem aldnir fengu að klappa fénu og fengu svo ullarlagða að gjöf. Hvað ætlar að gera við ullina? Ég veit ekki. Já, takk. Prjónaðir vettlinga? Ég ætla að spyrja mömmu að gera það bara. Ferfætlingar voru víðar í aðalhlutverki í dag. Mjálmandi loðdýr áttu sviðið í reiðhöllinni í Víðidal á alþjóðlegri vorsýningu kynjakatta. Kattaunnendum og öðrum dýravinum gafst tækifæri til að kynna og kynnast fjölbreyttum kattategundum. We are Siamese if you please. We are Siamese. Já, og vorboðarnir eru ýmsir og það hefur einmitt verið sannkölluð vorstemming í veðrinu helgina. En sólarhæð nú komin yfir 20 gráður og svo gula farin að gefa af sér dágóðan varma. Dægursveifla getur þú verið töluverð. Hún var til að mynda 17 stig á Þingvöllum, þar sem 15 stiga frost mældist síðastliðna nótt en daghitinn 2 gráðum yfir frostmarki. En það hvessir til morguns og þá sérstaklega norðanlands þar sem vestanáttin getur náð 30 metrum í kviðum. Veður verður áfram að mestu þurrt næstu daga og góðra sólarkafla að vænta, einkum landið austanvert. En það verður nánar fjallar veðrið að loknum íþróttafréttum. Háspenna var á endasprettinum á heimsmeistaramótinu í skíðagöngu í Þrándheimi í dag. Litlu minni æsingur var á lokadegi Evrópumótsins í frjálsíþróttum í Hollandi. Viktor Gísli Hallgrímsson verður ekki með karlalandsliðinu í handbolta í leikjunum gegn Grikklandi í undankeppni EM í vikunni. Mikil meiðslahrina herjar á íslenska liðið. Við tökum stöðun á íslenska hópnum á vetrarleikum Special Olympics sem voru settir á Ítalíu í gærkvöldi og við bregðum okkur á snjósleða inn í miðbæ Ólafsfjarðar. Þetta og fleira í íþróttum handan hornsins. Og áður kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Móðir drengs sem fór úr því að vera afreksbarn í íþróttum og yfir í neyslu fíkniefna á rétt rúmu ári segist buguð eftir samskipti við barnaverndaryfirvöld. Hún sakar þau svik og ósannindi og segir úrræðaleysið algjört. Ísraelsstjórn heftir aðgengi nauðsynja til Gaza. Fjármálaráðherra Ísraels segir leið Bandaríkjaforseta þá einu sem stuðli að friði. Ísland nær ekki að minnka matarsóun á næstu árum í samræmi við alþjóðleg markmið verði ekkert að gert. Sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun segir fyrirtæki hér á landi þurfa að gera betur. Fyrrverandi forsætisráðherra segir íslenska stjórnsýslu vera gott sögusvið fyrir krassandi krimma. Hún hefur vent kvæði sín í kross og kennir á glæpasagnanámskeiði. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl.